Já, nú áður við getum hafist handa við að framkvæma svona tilgátupróf, þá þurfum við að reikna eftirfarandi stærðir. Við þurfum að reikna sem við köllum, hér þetta slembistærð, þetta áður en við höfum mælt eitthvað, stórt D með striki yfir, þetta meðaltal af öllum pörunum okkar. Og fyrirgefið mismunana á pörunum okkar. Hér erum við búin að skilgreina hvernig D lítur út og D bar meðaltalið yfir öll pör. Svo höfum við ST í öðru, þetta dreifnin á mismununum yfir öll pörin, n pörin. Núlltilgátan, hún lítur svona út, μD jafnt og μD,0, þetta verður bara einhver tala, stundum hún 0, ef við ætlum að sýna fram á að eitthvað æfingaprógram hafi þá virkni að þátttakendur léttist 10 kíló, nú þá verður μD 10, en ef við ætlum bara kanna tilgátunni að sýna fram á að það beri árangur, þar að segja að þátttakendur léttist eitthvað, að þá verður þetta bara 0. Prófstærðin lítur svona út, hér höfum við meðaltal mismunana, hér höfum við þessa tölu sem stendur hérna, ST staðalfrávik mismunana og rótin af n fjöldi para. Svo fer eftir hvert að tilgátan sé einhliða eða tvíhliða, hvernig höfnunarsvæðin líta út að venju og við flettum upp eftir n-1 frígráðu þar sem n fjöldi para en ekki heildarfjöldi mælinga. Og það ágætt bara að útskýra þetta allt saman með dæmi. Nú höfum við lyfjafyrirtæki sem hefur þróað blóðþrýstingslyf sem lækka á blóðþrýsting fólks. Fyrirtæki stóð fyrir rannsókn þar sem blóðþrýstingur 6 einstaklinga var mældur fyrir inntöku lyfsins og aftur eftir inntöku lyfsins. Niðurstöðurnar má sjá hér að neðan. Þannig að hér erum við með litla n væri 6 að því að við erum með 6 pör af mælingum. Og þetta eru paraðamælingar að því hér hef ég sama einstaklingin mældur fyrir inntöku og aftur eftir inntöku. Við eigum að kanna með viðeigandi tilgátuprófi hvort lyfið hafi áhrif á blóðþrýsting. Nú þegar við gerum það, þá þurfum við að byrja á því að finna þetta sem við köllum mismun. Það eru þessi D hér. Og nú erum við komin með mælingarnar í hendurnar, svo þetta ekki lengur slembistærð, svo við notum reynilega bara litla D oft og það þá mismunur á þessum mælingum. Þannig að þá væri það D1 væri 125 mínus 19, D2 væri 119 mínus 117 og svo framvegis. D' hér, það væri þá meðaltal á þessum mismunum, á þessum tölum, ef við ímyndum okkur að hér verði tölur sem mismunurinn hér, þá tökum við meðaltal af þeim tölum, það D bar og staðalfrávikið á þeim tölum ST. Nú, til þess að kanna þessa tilgátu, förum við gegnum 6 skref eins og venjulega. Við ætlum að framkoma tilgátupróf fyrir paraða mælingar, alfa jafnt og 0,05, μD jafnt og 0. Við áttum jú bara að kanna hvort að lyfið hafi áhrif á blóðþrýsting. Við eigum ekki að reyna að sýna fram á að blóðþrýstingurinn lækki eitthvað ákveðið gildi og þá yrði það gildi hér. μD ekki jafnt og 0, litla D, hérna vantar nú strik yfir fyrirgefið, D bar 6,67, það meðaltalið hér, ST, staðalfrávikið 5,35, gildið af prófstærðinni T jafnt og 3,05. Flettum upp í viðeigandi töflu sem T-tabla og hafna skal ef T minna en mínus 2,571 eða stærra en 2,571 og við sjáum að T stærra en 2,571 svo gildið lendir á höfnunarsvæði, við höfnum og við ályktum að meðalblóðþrýstingurinn lækki við inntöku lyfsins. Og ég get sagt hérna að hann lækkar út frá gögnunum mínum, en við sjáum að blóðþrýstingurinn hérna lægri eftir inntöku heldur en fyrir.
Nú þetta var þá síðasta, þetta lokin á umfjöllunum paraðamælingar sem það síðasta sem við ætluðum að fjalla í þessum kafla ályktanir fyrir talnabreytur og ég þakka áheyrnina. Bless bless.